Komið sæl, við heilsum ykkur úr blíðurunni hér fyrir austan. Við verðum á hreyfingu í þættinum í kvöld. Við kíkjum á motocrossmenn á Egilsstöðum sem eru að undirbúa sig fyrir mót. Þetta engin svona heimsmeistarakeppni, þetta meira svona þolakstur og þú getur skráðið, það eru flokkar fyrir alla. Við tökum daginn snemma og förum í Sesam brauðhús á Reyðarfirði sem alvöru handverksbakari. Ef þú ætlar að baka gott brauð þá þarftu að gefa þér góðan tíma. Á Djúpavogi nú liðin rúm 2 ár síðan vísitilkippi að fiskvinnslunni yrði lokað. Okkur vantar starfsfólk eins og staðan í dag til þess að mæta í rauninni þessari aukinni vinnu sem fylgir eldisfiskinu. Og í lokin heyrum við nokkra tóna á tónleikum sem austfirskir tónlistarmenn héldu til heiðurs í skurðrokkhljómsveitinni U2. En við byrjum á hreyfiviku en viðburðir henni voru í öllum sveitarfélögunum 8 á Austurlandi. En við munum að það er mikilvægt að hreyfa sig. Hreyfivika UMFÍ hluti af evrópsku verkefni sem miðar að því að fjölga íbúum álfunna sem hreyfa sig reglulega 100 milljónir fyrir árið 2020. Vikan var fyrst haldin árið 2012 hafa austfirðingar ávallt verið virkir þátttakendur. Sveitarfélagið Fljótsdalshérað og íþróttafélagið Höttur fengu verðlaun fyrir skipulag sitt á vikunni árið 2013. Síðan hefur vikan undið upp á sig og þessu sinni voru auglýstir hreyfiviku viðburðir í hverju einasta sveitarfélagi á Austurlandi. Vikan skipulögin boðber hreyfingar alla Evrópu. Við hittum einn slíkan fyrir og spurðum hvernig gengið hefði að koma austfirðingum á hreyfingu. Það gekk ljómandi vel, satt best að segja, enda eigum við svo ótrúlega mikið af duglegu og kraftmiklu fólki hérna fyrir austan og það bara skemmst á því að segja að það fór allir fjórðungurinn á ið, það voru viðburðir í öllum 8 sveitarfélögum og það var akkurat það sem við ætluðum okkur og þannig vildum við hafa það og það tókst svo sannarlega. Og það voru að mér telst til 90 til 100 viðburðir í nafni hreyfivikunnar sem fóru fram hérna fyrir austan. Hvað bar svona hæst af þessum viðburðum? Það nú eiginlega ansi erfitt að taka eitthvað út fyrir sviga en sko dagskráin var algjörlega frá fjalli til fjöru ef svo maður segja það var sjósund og það voru fjallgöngur og hjólreiðar og kassaklifur og bara nefndu það. Og það voru sko leikskólabörn voru á iði og eldri borgarar voru á iði og allt þar á milli. Skortur á hreyfingu er ein helsta orsök lífsstílssjúkdóma sem fara vaxandi, einkum meðal íbúa á Vesturlöndum. Hildur segir vikuna sérstaklega miðað á þeim sem finnst gott að sitja í sófanum og langi ekki endalega upp úr honum. Þessi vika tilvalin til þess að lokka það fólk á stað og hvetja til þess að finna sér hreyfingu sem hentar því og því finnst skemmtileg og vonandi kemur þá til þess að verða partur af þeirra lífi áfram eftir að vikunni lýkur. Af hverju skiptir hreyfing svona miklu máli? Hún er bara ótrúlega góð og mikilvæg heilsubót eins og svo sem allar rannsóknir hafa sýnt okkur fram á bæði fyrir líkam og sál og svo er það alltaf bara hrikalega skemmtilegt. Hvað gerðir þú hreyfingu? Hvernig hreyfir þú þig? Ég hreyfði mig alls konar. Ég stóð nú fyrir töluvert á hjólaviðburðum hérna fyrir austan ásamt fleira góða fólki og þannig að við vorum svona rúllandi hér ýmsar slóðir og fjallgöngur og eitt og annað og allt var þetta bara skemmtilegt að brosa hverju andliti og eins og ég segi fjölbreyttur hópur sem tók þátt. Það voru hérna fjallagarpar og 3 ára börn og bara allt þar á milli sko. Voru Austfirðingar duglegir að taka þátt í vikunni? Var mætt í viðburðina? Já, ég tel það. Við fengum hann frábært veður og það var bara hér sólbrúnt og brosið fólk á stökki út allir trissur. Drjúg voru morgunverkin, segir máltækið. Það var svo sannarlega við hér í Sesam brauðhús á Reyðarfirði, en þó klukkan sé aðeins tæplega 6 er Valur bakari löngu vaknaður og mættur og kannski bara langt komið vinnudaginn sinn. Við ætlum að kíkja á hann og sjá hvernig þetta gengur allt fyrir sig. Ertu alveg vissum, já það er ég, eða ertu... Sesam brauðhús er metnaðarfullt handverksbakari á Reyðarfirði sem tók til starfa fyrir tæpum 5 árum og framleiðir úrvalsbrauð og kökur. Lostæti á Akureyri er móðurfyrirtæki bakarísins en það hefur síðan rekstur mötuneytis og veitingaþjónustu fyrir Alcoa Fjarðaál frá opnun þess árið 2007. Þetta byrjar eiginlega þannig að Valur, bakarameistarinn okkar Valur Þórsson, hann er ráðinn inn sem aðstofamaður út í eldhús hjá okkur. Við sjáum reka eldhúsið hjá Alcoa, Lostæti.
og hann ráðinn þar inn og sem svona aðstoð í eldhúsinu og hérna við vitum að hann bakarameistari og svo fer hann að mæta svona aðeins fyrir á daginn, fyrir á mótnana og fer að búa til hérna brauð og hérna nýta ofnana áður en að þeir fara í matarvinnsluna og byrjar að þau bara selja, gefa og selja brauð við borðið út í eldhúsi hjá okkur. Og það bara lukkaðist svo vel og gekk svo vel og fólki leist svo óbáslega vel á þetta að fá góð nýbökuð brauð á mótnana og svona alvöru brauð, eins og segjum. Að vel að fórum og þróum þessa hugmynd bara aðeins lengra og hérna hvort við getum ekki gert aðeins meira úr þessu konsepti. Og úr var það að hérna tókum flippaða hugmynd, keyptum hérna þetta húsnæði hér sem við sitjum í, Hafnargötu 1. Byggðum við það, þessa viðbyggingu hér, hérna var áður matvælavinnsla og byggðum við það þetta kaffihús hérna og þessa afgreiðslu og Valur var æviraðinn. Það byrjaði rosalega vel, byrjuðum alveg á flugi sko, svo bara siglum við bara áfram og fólk ánægt með okkur og við erum óbúslega ánægt með að fólk líki vel við það sem við erum að reyna að gera og okkar langar að gera. Við erum með svona ákveðna hugmynd á vörun okkar. Við viljum hafa hana alvöru, hreina og fína og góða og vera með góð brauð og gott sætabrauð og góðan mat og flotta vöru og framúrskarandi þjónustu. Og ég vona bara að við uppfyllum þau skilyrði. Við vinnum ekkert með vola mikið að tækjum hérna inni og menn þurfa bara að vera góðir í öxlunum. Það hefur verið að hnoða deg allan daginn og vinna mikið í höndunum. Þetta bara eins og með leirlistafólk sem að gera listaverk í höndunum. Það bara setur ástríðuna í hvert einasta stykki sem framleiðir. Hér bara ekkert mjög mikið af stórum tækjum nema svona ofnum og hrærivelum og svoleiðis. En svona framleiðslu línur á brauðið eða eitthvað svoleiðis, við erum ekki með svoleiðis. Og þar kemur handverkið inn. Að það eru hendur meistarans eru búin að koma við þetta allt saman og gera þetta því sem það er. Sko ég held að við séum algjörlega samkeppnishæf öðrum bakaríum sem eru að auglýsa sem handverksbakarí, bakað á steini, súrdegsbrauð, allt þetta. Við sláum ekkert slöku við þar. En þetta stefnan okkar var í upphafi að vera svolítið svona unique og kynna þessa línu fyrir þessum hluta landsins. Við erum að sinna náttúrulega mörgum bæjum og svona. Þannig að já, ég held að við erum bara á sömu línu og bara flottustu bakari sem bara eru hér á landinu og víðar. Vinnutími bakara alls ekkert grín og í síðasta lagi ræs klukkan 4 alla virkadaga vikunnar. Hver svona ykkar sérstæða hérna í Sesam? Við erum náttúrulega mjög lítið bakari sko, þannig að okkar sérstæða kannski brauðin okkar og bara hráefni sem við notum og aðferðina sem við notum til þess að við erum að öll okkar brauð notum við annarkvort ekki ger eða ekki verksmiðjuframleidda ger eða ef við notum hann þá notum við mjög lítið af hann sko. Og við hefum mikið bara yfir nótt bara á kæli og þannig að brauðin fá að brjóta sig aðeins og þannig að það fá miklu meira bragð og svona sterkari karakter sko. Við bugum náttúrulega svona ágætis úrval af brauðum svona allavega með stað, þú veist, að þessari stærðargráðu sko. Og svo náttúrulega erum við með sætabrauð og annað og það eins þar. Við reynum að svona leggja upp með að nota gott hráefni og til dæmis mikið smjör í staðinn fyrir smjörlíki sko. Og mikið ekta súkkulaði í súkkulaðibitakökur og svoleiðis notum við ekta súkkulaði en ekki súkkulíki eins og er algengt sko. Þetta allt svona hreinna? Já, og við erum ekki mikið að nota svona aukaefni eða neitt svoleiðis sko. Hvað þið mörg sem svona í þessum morgunverkum framleiðslunni? Við erum 3. Og gengur það alveg upp? Er ekki ansi mikið að gera? Jú, það gengur alveg upp, þú veist. Það gengur alveg upp, sko. Það er náttúrulega mismikið að gera, náttúrulega. En þarf maður ekki að vera ansi góður í öxlunum í öllu þessu hnoði? Já. Jú, það venst bara held ég, það þjálfast bara upp eins og hvað annað, sko.
Alltaf eitthvað sérpantanar á tertum, eins og fyrir fermingar, brúðkaup og skírnarveislur, en þá betra að hafa nöfnin alveg á hreinu. Það kom nú einu sinni fyrir að ég skrifaði sko nafn föðursins á tertuna. Og það áttaði þess ekki náði bara fyrir rétt áður en veislan átti að byrja sko. Og það voru góður að dýr? Já, það var bara að fara mætt hana rétt fyrir veislun og því var reddað sko. En það tók enginn eftir, það voru allir búin að taka móti kökunni og margir búin að skoða hann og allt svoleiðis. Það fannst einhver mati að vera stuð þetta. Valur telur að framleitt sé að meðaltali 100 brauð í bakaríinu á dag, fyrir utan allt annað sem þar verður til. Hvað ertu að gera núna, Valur? Nú erum við að laga hérna byggbrauð, sem okkar langt vinsælustu brauð, sem bakað úr byggi hérna frá Vallanesi. Þetta svona súrdeigsbrauð sem bragðmikið og svo líka með svona soðnum kjörnum í sem Hérna, hver munurinn á súrdeigsbrauði og venjulegu brauði? Súrdeigsbrauð, þá ertu að nota súrdeig eða þú veist, hvort sem þú nota það í duftformi eða hvort sem þú laga það sjálfur sko. Og þá ertu ekki með, eins og í þessu tilfelli, þá ertu ekki með svona verksmiðju framleitt að gera. Þessi brauð sem við lögum núna, þau fara inn á kæli og eru svo bökuð á morgun. Ef þú ætlar að baka gott brauð, þá ættu að gefa þér góðan tíma. Það er eins og með margt bara, þú veist. Byggbrauðið hefur verið vinsælasta brauð sesam frá upphafi. Ætli uppskriftin sé ekki algjört hernaðarleyndarmál? Ekki þannig séð, þú veist. Það er voðalega, uppskriftir eru voðalega, þetta sé sko aðalega aðferðin sko, þú veist, hvernig þú gerir hlutina sko, þú veist. Ef þú myndir deila uppskriftir á marga aðeila, þú veist, þá er ég vissum að það myndi ekki allir fá út sama hlutin, sko. Þessi vinna, maður getur ímyndað sér að þetta sé bara á við bestu hugleiðslu? Þetta? Já. Já, þetta maður fær margar góðar hugmyndir þegar maður er að baka, sko. Er það ekki? Jú. Eins og hvað? Bara ýmislegt, bæði höfðu bakstur og bara daglega líf, sko. Elskan hennar mamma vill kökur og kökur, elskan hennar mamma vill kökur og snúð. Elskan hennar mamma vill kökur og kökur, rip-roll. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Elskan mamma, da-di-da, oh mamma, farðu-di-bú. Ár er nú liðin síðan að Vísirháð tilkynnti að fyrirtæki hygðist hætta fiskvinnslu hér á Djúpavogi. Heimamenn höfðu þá áhyggjur af framtíð sinni, en fyrir 1,5 ári síðan var niðurstaðan sú að fyrirtæki Búlandstindur sem að hluttilni þeirra eigum tók til starfa. Og fyrir ári kom þessi hér, Sunnutindur SU95 í flotafélagsins og nú er staðan sú að það vantar starfsfólk. Núna styttist í það eldisfiskurinn sem hefur verið að framleiða hér í Berufirði. Nú fer hann að tikka hraðar inn og þá kemur að því að okkur þurfa að bæta við starfsfólki og í rauninni í dag okkur vantar starfsfólk eins og staðan er í dag til þess að mæta í rauninni þessari aukinni vinnu sem fylgir eldisfiskinum. En auðvitað er ég búinn að auglýsa og við höfum fengið umsóknir og það er bara enn í rauninni í þeim fasanum. Þannig að menn hafa áhuga á því sem er að gerast Djúpavogi og við viljum vera að koma á staðinn og vinna í fiski. Já, það eru einhverjir áhuga sem er það og við skulum vona það að það verði áfram. Við erum búin að vera að fjárfesta mikið og þá sérstaklega í kringum eldishlutann. Það er meðal annars slægingavél og flökunarvél og eins og við vita þá náttúrulega var verið að selja eldisfiskinn hér til Rússlands. Og Rússland stoppaði, þannig að menn urðu að finna einhverja aðra markaði og það fannst markaður en þá þurfti að vinna fiskinn tölvöld mikið meira heldur en við hafi verið gert ráð fyrir. En í dag erum við útbúin þannig að við erum að flaka fiskinn, beinhreinsa, vakuumpakka og frysta. Þannig að það fylgir því líka töluvert meiri starfsfjöldi sem þarf í kringu það heldur en var í upphafi hugsaður. Hvað ertu marga starfsmenn hérna í dag?
Ég held að séu svona rúmlega 30. Þetta sé ekki 40 eða heila með sjómönnum og öllu því. En inn í húsinu eitthvað rúmlega 30, hvort sé 35. Þannig að það þarf að bæta við, ég er 10 manns allavega. Elís Hlynur segir mikið verk að komast að fiskvinnslu nánast frá brunni. Hráefnisöflunin hefur ein helsta áskorunin, enda þrífst engin vinnsla nema fiskurinn sé til staðar. Annars vegar unnum bolfiskur sem keyptur af smábátum á staðnum sem veiða byggðakvóta. Hins vegar unnið eldislax frá fiskeldi Austfjarða sem með kvíar í Berufirði. Og við höfum náða að afla nógu hráefnis enn sem komið þó svo að það komi dagar sem að við erum með lítið hráefni. Hvernig hafið þið helst sótt hráefni? Við erum hérna með 2 báta, trillur, heimabáta sem að sækja og annar er á okkar vegum og svo höfum við verið að fá hráefni af bát frá Hornafirði á vertíðinni. Þið réðist í að kaupa bát Sunnutind, hvernig hefur hann reynst ykkur? Hann hefur reynst okkur bara ágætlega þó svo að við höfum lent í nokkuð smá skakkaföllu með hann en ekkert sem að það bara tilherir því að reka svona bát. Þegar búið að vinna fiskinn þarf að koma honum í verð á markaði. Mest áhersla hefur verið á feskan og frosinfisk en Búlandstindur hefur einnig unnið og selt saltfisk. Og við fórum með það strax á stað í upphafi að einblína á gæði og við hefum frekar fengið hrós fyrir gæðin en hitt. Og það eru orðin alveg eftirspurn eftir okkar afurðum þannig að því leytinum til hefur tekist mjög vel. En það vantar náttúrulega kannski meiri stöðuleika. Enda líka við byggjum okkar vinnslu á smábátum. Það kannski okkar svona helsti flöskur háls, eða maður segja svo. Það hefur alveg verið nóg að gera, bara til að komast á koppinn og við erum í rauninni enn í þeim fasa, þó svo þetta sé búið 1,5 ári, svo það segir. En þá er mikið starf eftir óunnið. Það er 50. á Egilsstöðum. Við erum stödd í iðnaðarhverfinu, nánar tiltekið á verkstæðinu í Rafey. Hér eru samankomin tugir manna, en þeir eru ekki aðalmálið, heldur 30 mótorhjól sem þeir hafa haft með sér. Undirbúningur stendur yfir fyrir fyrsta motocrossmót ársins, en stór hópur fer frá Axlúsíþróttafélaginu Start á móti sem haldið á Kirkjubæjarklaustri. Leiðin er löng frá Egilsstöðum og Klaustur. Því hafa austamenn fengið leyfi til að láta skoða hjólin í heimabyggð til að geta mætt beint á ráslinu. Ég prófum bremsurnar. Og þessi handtök séu heil, séu óbrottin, séu kúl undan vendunum. Heilar legur í gjörðum. En mér er alveg saman hvort það fer í gangi eða ekki. Þetta er svona öryggisatriði sem skipta máli. Þú vilt ekki að þetta, ef þessi dettur, þetta er bara kúluna vantar, þá stingst þetta á kaf í lærið á næsta þess vegna, sko. Kúlan er hérna þess vegna. Svo er þetta bara öryggisatriði, þetta hjóli beint, ef þetta er ekki á handónýtum legum og svo þarf að geta stoppað. Þetta á að vera órifið líka. Járnstýri standa ekki út úr þessum gúmmíum. Þetta eru svona smáatriði en skipta máli samt þegar í svona fjölmennakeppni er komið eins og á Klaustri. Þetta stóð skoðun, algjörlega. Nú vantar bara eigandann. Þú færð að líma þetta á. Já, við skoðum líka hjálmana, þeir séu ekki mikið rispaðir. Ef þeir eru rispaðir þá er þeir að verða sólarljósi má ekki koma á staðinn. Það var eyðilegst þeir. Þannig að það er svona keppendavöryggi. Þessi er mjög góður, líka nýlegur. Fínulegi. Já, fínulegi. Þetta hjól má fara á Klaustur. Páll fer með á mótið á Klaustri og hlakkar mikið til, en keppnið þar er nokkurs konar árshátíð motocrossfólks. Þetta er engin svona heimsmeistarakeppni, þetta er meira svona þólakstur og er þú getur skráðið, það eru flokkar fyrir alla. Það er pluss 90 flokkur, þá erum við ekki að tala um kílóin, heldur þegar 2 keppendur ná samanlögðum árum 90. Það er svona, þá eru menn að keppa svona innbyrðis innan í keppninni, sko, allri. Svo er jafnkallinn og svo er afkvæmaflokkur og para og hjónaflokkur. Það er eiginlega margar keppnir í gangi samtímis, það finna allir eitthvað við sitt hæfi. Alveg sama á hvaða hraða þú keyrir, þetta eru hröðustu ökumenn landsins og þeir hægustu. Og allir skemmta sér bara alveg ótrúlega vel. Keppir þú sjálfur? Ekki lengur, ég er á kantinum að gera við fyrir soninn sem keppir í járnkallinum. Ég hef nú að gera hella bensín á hann og bönunum í strákinn.
bensín á hjólið. Og nú að gera við. Ég vona að vera lítið núna, við erum glænýju hjóli. Sonur Páls, Aron Berg, vann einmitt járnkallaflokkin í fyrra. Þar einn keppandi á hjólinu í stanslaust í 6 tíma. Nýja hjólið flaug í gegnum skoðunina. Glænýtt hjól, 2016 KTM 350 kubík. Þetta motocross hjól, staðan fyrir svona eins og þólaxishjólin, þannig að þetta aðeins stífara. En ég held ég gagnist aðeins á því í sandinum af hjá Kirkjubæjarklaustri. Þetta kringum 20 km hringur. Maður keyrir bara endalausa hringi og það eru sumir keppa í tvímenning og aðrir í þrímenning. Ég ákvað bara að keppa einn og þá bara rétt svo 2 mínútur að stoppa, setja bensín á hjólið og fá sér smá Gatorade og banana og svo bara halda áfram. Eins margar hringi maður kemst í 6 klukkutíma. Hvað fórstu margar hringi? Ég held ég hafi farið 14 eða 15. Ég man ekki nákvæmlega töluna. Ekki ringlaður? Maður vil ekki sjá hjóli í nokkra daga. Maður hinkrar aðeins með að hjóla en maður er svolítið þreyttur eftir því, jú. 6 tímar, þarf maður ekki að halda í sér eitthvað, hvernig það? Maður svitnar nógu mikið svona, þannig að einu sem maður hugsar bara maður telur sér bara, já ég er örugglega hálfnaður núna, það kannski bara 2 tíma liðinir. Maður bara fyrir þetta á þrjóskunni og svona og svo vonandi maður bara búinn að æfa nóg í vetur og... Leið og hjólinn voru skoðuð var deilt út peysum fyrir tímabilið, þannig að liðsmenn start séu allir eins. Já. Þeir keyra í þessu og það hugmyndin hjá okkur að halda hópinn, gera þetta svona svolítið skemmtilegt félagslega. Og þess vegna eru allir eins klæddir og fyrir vekja aðeins athygli og þetta samheldur hópur að keppa. Það kemur bara mjög vel út og hefur vakið athygli. Þið berið hérna á brjóstinu akstursklúbburinn Start 30 ára. Hvernig haldið upp á afmælisárið? Í ár náttúrulega bætum við bara aðeins í frá því sem við hefur verið undanfarin ár. Klúbburinn hefur alltaf verið virkur og við erum með þetta núna fyrir við á Klaustur og síðan torfærukeppni hjá okkur 2. júlí og svo erum við með bílasýningu í haust og við verðum með einhver mótorhjólakeppnir. Þannig að við reynum að halda þetta veglega upp á þetta og svo spilum hvað við gerum í haust og við verðum ekki með eitthvað titti. Alltaf keppa sjálfur? Nei, ég er með 2 synir mína sem að keppa og ég verð bara svona aðstofamaður, halda þessu gangandi. Hljómsveitin Austurland að Glettingi sem var geysivinsæl sveitaballahljómsveit hér á Austurlandi á árunum 1993 til 1996 kom saman eftir 20 ára hlé á dögunum þegar þeir stigu á stokk og héldu glæsilega U2 tribute-tónleika í Valaskjálf á Egilsstöðum. Þeir sýndu það og sönnuðu að þeir hafa engu gleymt eins og sést á þessu myndbroti.
Við þökkum fyrir okkur að sinni. Við sjáumst aftur að viku liðinni. Þangað til, verið sæl. Við finnum alltaf það sem okkur vantar. Við erum fuglar sem að flögra Við finnum alltaf það sem okkur vantar. Að vakna snemma viðbjóður ef veðrið það slæmt. Að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt. Að hita upp gamlan hafragraut og hámísi með skeið. Klæða sig í klossana og kjaga sína leið. Við erum fuglar sem að flögra Við finnum alltaf það sem okkur vantar. Við erum fuglar sem að flögra Við finnum alltaf það sem okkur vantar. Vanti okkur veður sæl, þá vindum við okkur út. Tökum skýjarslæðurnar og stengjum þeim í hnút. Langt okkur í listi ferð, þá leggjumst við upp á þak. Uns Hafsteinn máfur flýgur hjá og hleypir okkur á bak. Við erum fuglar sem